Komið sæl. Mér datt í hug að sýna ykkur efni sem þið getið sótt ykkur á Payset Central, gagnabanka Tobii Dynavox. Ef þið eruð innskráð á My Tobii Dynavox getið þið skrollað yfir efni sem hægt að sækja sér inn í TT-Snap, tjáskiptaforritið. Og ef þið hakið við að velja íslenskt efni, að þar ofarlega getið fundið þessa kjarnorðasíðu til útprentunar. Þetta er ekki ætlast til þess að þetta sé notað inn í tækjunum þeirra, heldur eingöngu til útprentunar. Þannig að þið sjáið að hér eru fullt af orðaforða, kjarnaorð ásamt orðum sem eru mjög nýtileg inn í daglegt amstur. Eins og já og nei og fyrst og svo og gott og slæmt og ýmislegt. Takk fyrir daginn og ég er þreyttur eða þreytt og mér líður illa. Alls konar orð sem hægt er að nota með svo kjarnorðunum sjálfum. Þetta er prentað út í A3 og sett í plast og haft aðgengilegt annarkvort á borðum eða á vegg þar sem að þau geta komist í þetta. En eins og þið sjáu hérna efst eru reitir sem eru auðir og það er ætlað fyrir síðu 2 inn í, það eru 2 síður, þetta er fyrsta síðan og svo kemur þessi síða 2 og þar eru alls konar viðfangsefni og jafnvel leikir og leikirnir ganga þá alla leið út, sem sagt ein línu í einu, en það sem ég mæli með að gera það er að klippa niður myndirnar, stakar myndir og nota þær bara eftir hendinni, hvað sem þið viljið setja upp, hvers konar leik eða ef þið eru að vinna með til dæmis liti, að setja þá bara liti hérna upp á auðreitina eða ef það eru í rauninni bara hvað sem er. Þið getið valið hvað það er sem þið setið upp, en setið stakar myndir hérna upp á. Þannig að þið getið búið til leik hérna sem að gengur hér efst, nota kjarnaorðaforðan með þeim og þetta er í rauninni algjörlega tilvalið að nota sérstaklega með þeim sem ekki eiga tæki, en eins líka ef þau eiga tæki fyrir ykkur að nota orðaforða, sýna þeim orð og búa til stuttarsetningar úr þessum kjarnaorðum og þessum viðbótar orðaforða, að þetta er mjög gagnlegt og það eru við fagfólkið eða við sem erum í kringum þau að við setjum þýðingu og meiningu á þessu orð og gerum orðaforðan aðgengilegan þeim með því að benda og segja orðin upphátt. Og eftir því sem að þið eru duglegri að nota orðaforðan, þeim er duglegri verið þau að tileinka sér orðaforðan.